ég mun ekki taka þátt í prókurator. Ég get bara sagt fólkið. Ertu stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar eins og hún leggur sig í dag? Ég er ekki með svona þungri spurningu strax í byrjun. Smáflokkurinn í samstarfinu, 12% hefur allt mikil áhrif. En menn trúa því allir einhvern veginn að Kristrún muni bjarga einhvern veginn Íslandi. Það þarf ekki að bjarga Íslandi. Íslandi var í fínum málum. Og það er þetta sem vantar svo mikið íslensk pólitík. Þrek og kjark og þor til að gera eitthvað. Vitandi það að fullt af fólki mun garga á því. Við þurfum að leysa flóttamannavandann öðruvísi heldur bara aðstæðast með eitthvað vesinn að bara Evrópa taki við því. Við getum bara ekki skipt þjóðir í Evrópu, sé svona, sko. Við erum vitlausari en Ungverjar, sko. Í grunninn held ég, sko. En þú getur kallað það harkalegt, ég menna þeir bara alltaf ekki að taka á sérna vanda. Þeir segja bara við höfum enga heimild til þess okkar þjóð að taka á okkur vanda heimsins. Eru öfga vinstri menn hættulegasta afl sem stæðir á okkur? Sagan segir okkur það. Hvað ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að gera til þess að koma í veg fyrir það að miðflokkurinn raskellan í næstu kosningum? Ég veit bara eitthvað Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að gera. Ég held að hann Ert þú Sjálfstæðismaður, sko? Við hefum svo oft talað um þetta að þú bara segir hérna, já, ég menna við bara stöndum með flokknum því að ég menna hann hefur mikið bolmagn, hann er eini flokkurinn sem hefur þessi ítök til þess að stjórna, hefur sýnt það, alltaf þegar einhverjum öðrum er hleypt að borðinu, þá alveg klúðraðir málunum. Sjálfstæðisflokkurinn verður alltaf að vera ríkisstjórn, en sko núna, þegar þetta er orðið svo skrítið, loftslagsmálin, við bara samþykjum allt, gullhúðun bara já, flott og orkumálin í klessu, útlendingamálin í klessu, jú, Guðrún Hafsteinsdóttir er rétt svo að klóra í bakkan. Ert þú en þá Sjálfstæðismaður? Því ég meina að þú hlýtur að fara að verða miðflokksmaður. Leið mig þá að bera fram þessu spurningu öðruvísi. Þú ert meira sammála málflutningi miðflokksmanna í dag heldur en Sjálfstæðismanna. Við hljótum ekki að vera sammála það. Nei, ég held að bara vísa að margir Sjálfstæðismenn séu mjög sátt við málflutning miðflokksmanna mörgu leyti, en þeir eru í samstarfi. Já. Það er vandamálið. Ég meina ég er oftar Sjálfstæðismenn geta bara því miður ekki tjá sig eins og Sigmundur gerir að þeir eru í samstarfi, þeir eru að gera annað en þeir eru sammála. Ég held það að mörgu leyti, en svo eru mörgu leyti ekki sammála miðflokkunum eins og ég, að mörgu leyti öðru, en ég bara segja það að sjálfstæðisstefnan það hefur engin annar flokkur tekið hann upp, einhverjir að kroppi inni hér og þar, en ég segi þetta er bara sjálfstæðisstefnan. Við fórum í þessa vegferð. Hún gerir marga Sjálfstæðismenn mjög óánægða, eðlilega. Ég meina, en það virðist líka svona bara eins og sé að missa viti, sko. Eins og þú staða ætla að fara að banna innflutning bensín og díselbíla árið 2028. Já, ég held að það sé að vísa eitthvað miskilningur, en ég sá þetta ykkur stæði fréttum. En það réðist ég beint á Guðlu Þórvin minn og hann sagði, veist ekki að svo ruglega, þetta er bara della. En allt í lagi, ég bara segja það að þetta samstarf að mínu viti er að kosta okkur alltaf mikið þrátt fyrir allan árangur sem nástefur og ég verð að segja það að smáflokkurinn í samstarfinu 12% flokkurinn hefur alltaf mikil áhrif. Já. Þegar hinir flokkar sem eru sko margfalt stærri það er eins og þetta sé bara hérna að vafkið þurfa að fá bara jafnt á við hinna og þetta hefur gert Sjálfstæðismenn alveg ótrúlega fúla og reiða og við alltaf gefum eftir vegna þess að þeir hóta bara alltaf að slíta þessu eða ég bara tek til á skrifstofur, ég bara fer og allt þetta dótari og við erum alltaf að hörfa og tippla á tánum kringum frekjuna sko, þannig horfi ég á þetta. Ég meina, er einhver önnur leið til að horfa á þetta? Nei, það er einu ótrúð, ég var að segja þetta við Bjarka Hjörleifsson aðeins sko, það er sem ég fá 3,3% núna í skoðanakönnunum er mér alveg, ég bara næ ekki alveg utan það sko, því að það er svo augljóst hvað þeir eru með mikið tangarhald á sjálfstæðismönnum, sérstaklega í orðaræðinni, það að til dæmis að sjálfstæðismenn séu að hlaupa til hand og fóta til þess að sko hringja út fyrir Katrínu Jakobsdóttur í forsetakosningum er eitthvað sem er bara algjörlega gali. Ég spurði með Bjarka myndið þú hlaupa til og fara að hringja út fyrir Bjarna Benediktsson ef hann myndi bjóða sig fram í forseta og hann fór eitthvað, þetta er flókið, ég náttúrulega svaraði bara spurningunni fyrir hann, bara nei, þannig að sjálfstæðisflokkurinn er orðin rosalega meðvirku gagnvart eigin örlögum, svolítið eins og Joseph K. í réttarhöldunum. Já, nei, sko, málið er það að vinstrimenn auðvitað horfa á svona forstakosningar, þeir horfa á allt pólitískt. Við horfum bara ekki forstakosningar sem pólitískt. Við horfum bara, hver kann og þetta, hver skilur hlutverk og störf forseta og hver gerir það ekki.
þannig horfði ég á þetta og við erum ekki svona pólitísk í þessu, við erum ekki svona heitt, við horfum bara á getur maðurinn sinnt þessu. Vinstri mennir er svo miklu pólitískar, þeir eru bara, þeir getur ekki lifa með því að vera hægri maður þarna, sko. Þeir getur ekki lifa með því að Bjarni Ben væri þarna. En þau fengu hægri mann? Já, ég veit svo sem ekki þessa konu, en hún er örugglega ekki mikið vinstri mannski, ég veit það ekki, en hérna, með við svona störfunar, en við bara horfum öðruvísi á þetta. En ég verð samt að segja, sko, VG til hrós, ég náttúrulega vann með þeim alveg frá 2017 til 2021 og með þeim í nefndum og ég verð að segja, mér fannst það fólk alveg yfirbörða fólk af þessu vinstrivæng. Skilur, það var hérna að vinna með þeim, skilningu þeirra á málum og svona og hérna, eins og ég sagði alltaf við, þeir eru ágættir, þeir eru bara allt og vilsinnuð. En hérna, en meðan við aðra vinstriflokka fannst mér að bera af og þess vegna sko skil ég ekki svona akkur fylgið þeirra komið inn í 3,1% og maður horfir ennþá á Pírata í 7 og ég tala ekki Samfylkinguna, en hún að vísu sko, menn að tala um einhvern svona sundurlindi hjá hérna í stjórnarheimilinu og sjálfstæðarflokknum einhverju svona þegar maður horfir svo á Samfylkinguna sem auðvitað bara í fullkomnu upplaust, en menn trúa því allir einhvern veginn að Kristrún muni bjarga einhvern veginn Íslandi. Það þarf ekki að bjarga Íslandi. Íslandi var í fínum málum. Já, en ég meina að Kristrún er samt öflugasti stjórnmálamaður núna. Já, ég meina hún er auðvitað að gera tilraun að reyna að breyta þessum flokki. Og voru að takast það svona stórkostlega. Já, en það er ótrúlega sundurlindi þarna, svo veit maður ekki hvernig það endar. Þetta er ekki sundurlindi samt, sko. Þau eru bara búin að gefa það út og þau eru að fara að breyta flokknum. Þau eru að fara að gefa það út. Þau segja það nú ekki beint. Jú, hann segir það víst. Jóhann Páll sagði það við mig bara beint, að hann sagði bara við erum í vegferði að breyta flokknum. Það sem þau eru að gera er náttúrulega stórkostlega sniðugt, sko, eins og ég var nú að ræða þetta núna fyrir skömmu hérna þegar þau sátu hjá í útlendingamálunum. Sniðugast sem þau geta gert. Þau eru að losa sig við það fólk sem þau hafa ekkert að gera við, sem er svona þetta woke vinstri sem þau eru náttúrulega bara búin að afneita. Ég meina, ég veit ekki af hverju woke vinstri er alltaf eitthvað en að hlaupa til hand og fóta því eitthvað að segja, lýsa því yfir hvað þau séu móðgu, held að sko, Jóa og hérna Kristrúnu séu bara drullu sama og það er bara flott og þau eru að reyna að losa sig við þetta fólk svo þau mæti ekki landsfundin til þess að vera þar með eitthvað hafari og þau eru að losa sig við þetta fólk áður en að fer til hérna í prófkjör. Já, ég sagði ekkert um einhverju fæslu, þau með vera fegin að losna við þetta fólk. Ég er að segja það. En þau eru það, sko. Já, málið er bara það er fullt af fólki sem ætlar ekkert að fara. Sem ætlar að djöflast í þessu. Ég hef eftir að sjá Þórunni Sveinbjarnar, ég hef eftir að sjá Oddnýju fara, ég hef eftir að sjá Helgu Völu fara og ég hef eftir að sjá þetta fólk fara. Það er ekki alveg að fara. Það mun djöflast í þeim á næsta landsfundi, það mun verða heilmikið látök, ég spái því á þess að vita. En ég vona innilega að Kristrún hafi styrk og afl og fái til sín alvöru fólk til þess að breyta þessum flokki, því hann var algjörlega komin í kör. Já, en ég meina framtíðin er líka bara hægri sinni og ég meina ef við horfum á þetta sem hlutabrif, ég meina Kristrún hefur verið mjög skynsum í hlutabrifa hérna kaupum, hún var mjög skynsum í hlutabrifa kaupum þannig út af því að þannig keypti hún á mjög lága verði og það er búið að hækka gríðarlega sem er fylgið. Svo getur orðið hrun. En hvernig sérðu það fyrir þér? Nei, ég sé alveg fyrir mér að að Samfylkingin á tækifæri, sko. En þetta er ekki allt orðið klárt. En hvað þarf Sjálfstæðisflokkurinn að gera til þess að spara þessari þróun? Sjálfstæðisflokkurinn þarf bara að tala betur fyrir sin stefnu. Hann, sko, vandamálið sem Sjálfstæðisflokkurinn mun standa fram fyrir næstu kosningu er það að þeir koma hérna og segja, hver er árangurinn síðasta áratug sem við verið í stjórn? Samanburðið önnur tíðanbili. Hver er árangurinn? Málið það er ekki þess að það skiptir kjósendur nokkru máli. Það er vandinn. Fólk mun bara segja, það er bara hér verðbólga, það er hér ekkert að gerast í orkumálum. Þið voru allt minni niður ykkur útlengamálum mjög lengi. Jú, að vísu tóku síðan á þessu, en hérna, fólk mun bara tala svona og flokkurinn verður bara í bullandi vandræðum vantarlega í næstu kosningum og þá skiptir máli fyrir flokkin að það verður bara öflugt fólki í frambúð sem tala bara skýrt og næra tala til fólks. Þannig að það hefur tilfinningu fyrir því að þetta fólk geti gert eitthvað, sko. En við vitum ekki hvernig það fer. Ég var að hlusta á samstöðina þar sem að Björn Leví Inga Sæland og hérna það var einhver einu mannski viðbútt sem Sanna Magdalena voru að spjalla saman. Sanna Magdalena ætlar að með í landsmálin.
þar voru þau að ræða lögreglumálin. Við rættum þetta á sinni tíma þar sem vorum að tala um forvirkar rannsóknar heimildir og fleira þvíumlíkt. Ég hafði mjög miklar efasemdir og ég hef alveg ennþá, en ég hef aftur á móti... Við þurfum alltaf að fara varlega, ég er alveg sammála við því. En ég hef samt breytt minna afstöðu örlítið. Og þar var einmitt Inga Sæland að segja að það er bara samfélagið búið að breytast mjög mikið og það þarf að taka ákveðnum hlutum, það þarf að takast á við alþjóðlega. Þetta var alveg, ég skal bara játa með það, að þetta var svolítið það sem þú varst að segja þegar við vorum hann að ræða saman. Það var bara ekki kannski mikið komið upp á yfirborðið. Nei, við vorum frumkvöldar í þessu og þá náttúrulega fengum við gassagangin á okkur, eðlilega, ekkert af mig það tuga. Nei, það er aðeins að breytast, en Píratar eru ekki sannfærðir og Björn Leví eiginlega talar eins og lögreglumenn séu helsta vandamál þjóðarinnar. Og Andrés Ingi gerir það líka. Nei, ég bara segja sko lögreglustörf hafa breyst. Þetta er allt orðið bara, þetta er bara samstarf milli landa. Þetta er bara, það er engin landamæri í þessum glæpum sem við erum að tala um í hryðjuverkastarfsemi og skipulega glæpastarfsemi. Og við verðum bara að geta stafrað með öðrum lögregluembættum í Evrópu. Ef við getum það ekki, þá bara verðum við útflutningsvara fyrir glæpatastarfsemi. Þá verðum við bara miðstöð og Erum við að gera grína sjálfum okkur í þessum efnum? Já, ég meina, ég satt ykkur það þegar ég var í dómsmálaráðuneytinu og við vorum að fara yfir þessi mál með lögreglumönnum og lögregluliði og útlendingastofnun og útlendum lögregluembættum. Þeir segja bara við ykkur, erum við galin? Ætlið ekki að læra neitt, ætlið bara býða til klessa á vegginn. Eins og sagan hefur sýnt. Við erum mjög góði að klessa á vegginn, við raknum aldrei úr rótunum fyrir klessum á vegginn. Og við náttúrulega við verðum að gera eitthvað, þá verður það að gera eitthvað. Þið vitið það að þetta verður erfitt, þetta verður flókið, en þið verðið að þora að taka þessa slagi og sýna fólki fram á nauðsyn þess. Þetta er ekki einfalt, þetta er snúið, en þið verður að hafa pólitískt þrek til að gera það sem gera þarf. Og það er þetta sem vantar svo mikið í íslensk pólitík, þrek og kjark og þor til að gera eitthvað, vitandi það að fullt af fólki mun garga á þig. En íslensk pólitík hefur ekkert verið þannig. Við hörfum alltaf undan, við erum hætt að leiða, við einhvern veginn erum svo lauf í vindi og þetta er einhverju háværi umræðu á samfélagsmiðlum. Ef þessu linnir ekki, þá munum við lenda í öngstræti. Þetta var bæði með lögreglumál og útlendingamál. Við erum komið með ákveðin árangur í útlendingamálum vegna þess, og það tókst ekki fyrir alltaf komið í óefni og pælið því Við reyndum að byrja á þessu fyrr, en það var ekki hægt. Allt svona tekur tíma greinilega að fólk átt að sjá veruleikann, en við erum alltof sein. Við erum alltof sein og við erum í rauninni náttúrulega á bara verulega hættulegum stað út af því að núna erum við bara að sjá að það eru friðsæm mótmæli að vera piparúðuð í gríð og erg, þar sem að friðsami mótmælendur eru að reyna að koma mjög, miklum áhyggjum af þjóðarmorði á Gaza á borðu ríkisstjórnarinnar. Þeir eru með að halda út í friðsamlegum mótmælum, eru piparúðaðir og þar er þarna lífvörður Bjarna Ben, þó svo að lífvörður Bjarna Ben sé hvergi nærri og þeir eru að ekkert af þessu friðsamt og þetta er allt einn della en fínt, fólk getur mótmælt og það er réttur að mótmæla láta skoðum sín ljós á almannafæri, en það gilda samt reglur um þetta og þegar allar möggustínur landsins koma og eyðileggja lífildisháttíðina, það er auðvitað bara fyrir en allar hellur þetta er óvirðing við fólki í landinu, þetta er óvirðing við lýðræðið, þetta er óvirðing við þjóðina. Það sem er óvirðing við lýðræðið er að Bjarni Ben sé ekki að tala máli Palestínu á meðan það hefur verið að fremja þjóðarmorð á Gazaströndinni. Þetta er bara dellu mála saman og við verðum þetta bara að kunna okkur í þessu, að hindra förmanna, henda í þá einhverju glingri sem menn veit ekki hvað þið er. Þetta er ekki friðsamótmæli, það er ekki stjórnarskrár réttur þinn að koma inn á heimili mitt og garga í mótmælaskinni, það er ekkert að þessu neitt stjórnarskrárvarið. Fólk verður bara að kunna að haga sér og það er nefnilega, og fólk verður að kunna að sætta sig við lýðræðið, niðurstöðuna þó þau verða undir.
ef menn geta þetta ekki þá þeir ekki lýðræði sinnar, þá þetta bara öfgafólk og ofstækisfólk. Hefur sagt þetta við Martin Luther King? Nei, hvernig gekk hann? Það enda það sem gleymist hvað sagði hann? Hvernig miklu áhrifameiri maður, hann notaði bara orðið, alvöru maður, alveg eins og Nelson Mandela og allt þetta fólk. Þetta voru alvöru mótmælendur, alvöru frumkvöðlar í sínu og virtu lýðræði, virtu réttindi annara og svo framvegis. Þetta lykil atriði ef þú ætlar að ná einhverjum árangri. En þetta fólk flest þetta allt sama fólki sem eru mótmæla hvalveiðum, Gaza, þetta allt sama fólki. Þetta bara Black Lives Matter. Þetta eitthvað, ég held að þetta snúist ekki málefnin sko. Nei, þetta bara pólitík. Þetta ekki einu sinni pólitík. Þetta að koma sjálfum að framfæri. Þetta bara ég ætla að ganga lengra en þú sko. Ég held að sé meira að ég þarf að koma sjálfum mér á framfæri. Út af því að sko þegar var allir að ráðast inn í Suður Rafa, að það voru mótmælendur að gera uppþótt á sko lögreglu og sérstaklega þá var ráðast inn í Hamilton campusin í Georgetown að með minnir og ég meina öll athygli fór yfir á mótmælendunar og ég meina hvers konar ég skil ekki hvers konar leikjafræði á bakvið slikt athæfi út af því að þú ert í rauninni að draga athyglina af raunverulega atburðum og ég meina það náttúrulega búið að vera að góla þjóðarmorð alveg frá 8. október þar sem aðgerðir í Ísraela voru ekki einu sinni byrjaðar og þá að vera að kalla það þjóðarmorð. Núna möguleiki á því að þjóðarmorð fara að eiga sér stað og núna búið að segja úlfur svo oft að það enginn að taka mark á því. Í mínum huga þetta alltaf bara gamla andstæðan gegn vestrænu lýðræði, þetta ekki flóknar en það í mínum huga, svo bara birtingarmyndi mín sem hætti á hverjum tíma. Heldur þetta að segja allt það? Í grunninn, já. Í grunninn. Og þá bara Black Lives Matter hinsegin málin? Já, whatever, þetta allt hluti af þessu. Já, það hægt að afskrifa það? Nei, ég meina fínt auðvitað ýmis sjónarmið sem geta alveg áttur rétt á sér og ekkert galinn og og menn bara hlusta það svo bara lýðræðið einhvern veginn fer einhvern veg og sem við þurfum að sætta okkur við, það svo erfitt fyrir sem að sætta sig við það og en vissulega gott að menn berjast fyrir einhverju málstað og koma einhverju framfæri, ég ger engasni það bara fegur lýðræðið en þetta fólk bara ekki þar Nei, það ákveðin svona einkennilegt viðmót gagnvart lýðræðinu ef einhverju ósammála einhverjum málefnum að þá sé rétt að þetta fólk bara tilbúið að beita ofbeldi sem á sínu fram, það ekki flóknar en það. Nei. En útlendingamálin, núna var Guðrún Hafsteinsdóttir að koma málefni gegn, hún að koma á morgun þar sem við erum að fara að ræða þessi mál var þetta nægilega stórt skref eða það rétt hjá Sigmundi Davíð að kalla þetta litla útlendingafrumvarpi? Nei, þetta millilending sem kallað Heldur þú þurfa að ganga lengra? Já, það þarf að gera það og það bara fara yfir þetta. Já, það þarf. Hvað það sem ábótavant? Nei, í mínum huga í mínum huga svona hælisleitenda kerfi, eins og Danir segir bara, við förum ekkert í hælisleitenda kerfi hér. Það bara út. Við tökum bara okkar skerf af flóttamannavanda heimsins. En við þurfum að leysa flóttamannavandan öðruvísi heldur bara aðstæðast með eitthvað vesinn að bara Evrópa taki við því. Við þurfum að leysa hann á heimavelli. Við getum ekki alltaf bara flutt. Við getum bara ekki skipt þjóðir í Evrópu, svona. Þú verður að gera allt á heimavelli. Og sumstæður er það bara fólk sem bara jafnvel fyrirlítur verstant lýðræði, skilur þetta ekki og hefur ekki áhuga á því og mun aldrei fitt inn í það samfélag. En við erum búin að leystu þetta á heimavelli. Ertu á móti fjölmenningu? Nei. Hvernig fjölmenningu sérðu fyrir þér? Nei, ég menna jákvæð. Hvað jákvætt við fjölmenningu að þínum mati? Já, ég menna